Já, gleðilegt sumar, kæri vinir. Og ég ætla að heilsa ykkur með orðum Páls postula þegar hann segir í Rómverjabréfinu 8:34. Kristur Jesú er sá sem dáinn er og meir en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. En nú er komið sumar eftir dagatalinu. Sumarið hefur sigrað veturinn og allt er að lifna. Við Íslendingar segjum oft að við þraukum af veturinn og því fögnum við sumarkomunni. Sumur skiptast á gjöfum, gleðjast saman. Að gefa gjafir á sumardaginn fyrsta er eldri síður hér á landi en að gefa jólagjafir. Það sýnir okkur hvað merkilegur sumardagurinn var og hvað fólki fagnaði sumrinu. Já, fyrsti sumardagurinn er nýliðinn og páskatíðin þar á undan. Á föstudagi langa fögnuðum við krossfestingu Krists og ég segi fögnum því hann gerði það okkar vegna. Svo við getum eignast eilíft líf með honum á himnum. Hvíli gjöf að fórna sjálfum sér fyrir okkur. Vorkoman er svo tákgræn fyrir nýja tíð og páskarnir eru á þessum tíma þar sem allt er að lifna á ný. Fuglarnir syngja og boða okkur betri tíð. Þeir eru að huga að nýrri kynslóð, nýju lífi. Við sjáum náttúruna rísa upp, grasið granka og laufin að skjótast út úr trjágreinunum og fífillinn skartar sínu fallegu gulu blómum. Þessi breyting náttúrunar, sköpunarverk Guðs, minni mig svo upprisu Krists sem dó fyrir mig á krossi. Hann dó fyrir mig, syndaran, og tók syndi mínar á sig. Og þegar ég hugsa krossdauða Krist, minnir hann mig á atburð löngu liðina daga í lífi mínu. Kristur kom til mín þegar ég var í minni mestu neyð og sagði Guðný, trúðu aðeins. Þessi orð voru svo kraftmikil og greiptust í huga mér og þessi orð voru upphafið að minni umbreytingu. Upphafið að göngum minni með Jesú og þó var ég trúið áður. Endurnýjun trúminnar á Jesú Kristi var það sem þurfti til að þroska mig og gera mig heila, gera mig að nýrri mannesku. Hann reisti mig upp. Trúin gerði það líka verkum að ég fór að sjá lífið með öðrum augum og sjá fólk í gegnum Jesú, horfa á hjarta og ég mildaðist í dómi mínum annað fólk. Ég öðlaðist nýtt líf, nýja byrjun, frelsun, því Jesú tók syndabyrði mína á sig á krossinum. Hann fórnaði sjálfu sér fyrir mig og hann fórnaði sér fyrir þig. Ellen G. White segir í ræðustóli náttúrunnar á blaðsíðu 38, þegar hóvarð Krists birtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólk hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiði svar, heldur mildar hið æðsta skap og breiðir út hjá sér blíðu og hlýju. Sem allir verða vari við komast undir heillandi áhrif þess. Hvar sem hóvarðin gerur hún fjölskylduna hér á jörðinni að hluta af henni stóru fjölskyldahæðum eða á himnum. Og í sömu bók, blaðsíðu 31, segir hún, gæfa sem sótt í jarðneskar uppsprettur eins óstöðug og hinna breytilegu kringustæður. En Krists friður stöðugur og varanlegur. Hann óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarðneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur hinn lifandi vatnslind og svo hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Áður en Kristur var krossfestur á föstudagi langa hélt hann sína síðustu páskahátíð með lærisveinum sínum.
Hann sagði þeim að brjóta brauðið sem táknar líkama sinn og drekka vínið sem táknar blóð hans og þetta ættu þeir að gera til að minnast hans. Í rauninu voru þetta henni síðustu páskar sem nokkuð tíman áttu að haldast, því lambinu var slátrað til þess að tákna dauða Krists. Þegar því Guðs lambi var slátrað fyrir syndir heimsins var ekki framar nauðsynlegt að slátra lambi til þess að tákna dauða hans. Við sem erum kristin höldum þessa hátíð páskahátíð enn þann dag í dag, ekki til að slátra lambi, heldur að minnast þessara miklu fórnar sem Kristur gerði fyrir okkur, fyrir mig og þig. Hann lét negla sjálfan sig á krossin og tók á sig okkar syndir, alls heimsins, og hékk á krossinum og upplifði þann hræðilega kvalafulla dauða. Já, fyrir þig og fyrir mig, fyrir alla þá sem vilja játa syndi sína fyrir honum og biðja frelsun frá þeim. Ég syndari og verð að játa það. Játa að ég geri ýmislegt sem ég veit að ég ætti ekki að gera. Ég læt freistast. Mér finnst það oft ekki vera svo merkilegt, svona smá synd. Og já, ég smásyndari. En staðreyndin svo að synd synd. Hún ekki mæld, ekki hæð hennar, breidd eða lengd og ekki heldur þyngd hennar. Þess vegna þarf ég fyrirgefningu Guðs að halda, því að ég ekki fullkomin. Það gott að vita að Jesú hefur tekið syndir mínar upp á krossin og þvegið þær með blóði sínu. Hann biður fyrir mér. Kristur sér ekki aðeins syndir mínar. Hann sér líka lyndiseinkunn mína, trú mína og hjartalag. Í Rómverjabréfinu 8. kafla 32-39 segir Páll postuli: Hann sem þyrmdi ekki sínu eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, því skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesú sá sem dáinn og meir en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs. Og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists, með þjáning gera það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð. Það eins og ritað Þín vegna við deyddir allan daginn, metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur, fyrir fulltingi hans sem elskar oss. Því ég þess fullviss að hvorki dauðin líf, englar tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð eða dýpt né nokkuð annar skapað mun geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi drottni vorum. Krossmarkið eitt helgasta tákntrúar okkar. Margir bera enn kross í keðjum hálsinn, hafa kross upp á vegg eða yfir dyrunum heima hjá sér og svo framvegis. Og áður fyrr hér gerðu menn krossmark yfir öllu sem þeir vildu biðja fyrir eða blessa. Öllu sem var á vegi þeirra. Margir gera krossmark yfir líkama sinn áður þeir takast á við ýmsu verkefni dagsins. Þeir signa sig eins og við köllum til að verja sig frá hinu illa. Ég ber minn kross hálsinn til að minnast Jesú og minnast þess sem hann gerði fyrir mig. Krossinn minn ekki með Jesú hangandi á krossinum, því Kristur ekki lengur á krossinum. Hann upprisinn. Hann hjá Guði föður sínum að dæma lifendur og dauða. Hann biður fyrir okkur. Hann býður okkur að velja sig. Og ég bið þess að þeir sem ekki hafa tekið á móti Jesú Kristi í líf sitt og hlusti á þessu orð íhugi virkilega krossdauða hans, þessa miklu fórn.
Hugsið ykkur það frelsi sem hann gefur okkur og kærleika í blíðu og stríðu. Því allar byrða verða léttar ef við göngum með honum. Því hann ber þar með okkur og hann biður fyrir okkur. Við skulum ganga í ljósinu og voninu eilífa lífið á himnum. Kæri vinir, það ljós og það von í þessum heimi, þessum synduga heimi, fallna heimi. Það frelsari Jesú Kristur sem gaf líf sitt á krossinu fyrir okkur og við getum lifað eilíf og núna á himnum að undirbúa komu okkar. Hann kemur bráðum og tekur okkur til sín. Amen.